Íslendingar hafa síðustu mánuði verið að rífja upp að það eru 10 ár, heill áratugur liðinn frá því efnahagshrunið reið yfir landsmenn með öllum þeim afleiðingum sem því fylgdu og í fjölmiðlum hafa menn verið að átta sig á því hvort þjóðin hefur eitthvað lært af þessu áfalli. Og margar skýrslur hafa verið ritaðar og ræddar í þaula en við ætlum að rifja það upp hér á nú hvort að hrunið hafði mikil áhrif á heilsu þjóðarinnar og hvað við getum lært af hruninu í heilsuffarslegu tilliti og hjá mér sest Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri flæðisviðs Landspítalans og þar meðal bráðamóttökunnar. Þið skoðuðu þetta á sínum tíma. Já. Hvernig hrunið hafði áhrif á heilsu þjóðarinnar og sem leikmaður hefði maður ætlað að þetta hefði kannski fyrst og fremst haft áhrif á andlega hliðinnar en svo var ekki. Nei, við vorum hópur sem að var undir forystu þáverandi sóttvarnalæknis og við vorum að skoða alls konar áhrif, hugsanlega áhrif á heilsufar og það var þannig við vorum að skoða komur á bráðamóttökur, þetta fjallinn í ákveði rannsóknartímabil sem við vorum að skoða. Efnahagshrunið í raun og veru þá vika 41/2008 fellur þar undir. Og það sem við sáum var alveg stórmerkilegt að í þeirri viku sem að efnahagshrunið verður að þá voru 26% aukning á komum á bráðamóttöku Landspítala og það sem var einkennandi var að megin hlutin af aukningunum var meðal kvenna. Já. Og það sem var líka merkilegt var það að rétt tæplega helmingi fleiri konur greindust með hjartasjúkdóm akkurat í þessari viku og þegar maður ber það saman við tímabilin vikurnar á undan og vikurnar eftir og árin á undan, þá var ekkert sambærilegt mynstur til. Þannig að sko hrunið í þeirri vikus þegar það ríður yfir, það fer fyrir brjóstið á konum einkum og sérlega. Já, það mæla kannski orða það þannig. Því að og við höfum aldrei séð áhrif áfalla með þessum hætti eins og þarna sást. Þannig að þetta eru líkamlegar afleiðingar. Þetta eru líkamleg áhrif og líkamlegar afleiðingar og það er alveg stórmerkilegt en það hefur verið sýnt fram á slíkt áður. Það var 1994 í Los Angeles þegar jarðskjálftinn þar reið yfir í janúar að það komu nákvæmlega sömu áhrifin fram. Sama myndin var þar og mér vitanlega hafa ekki verið sýnt fram á nákvæmlega sama mynstur eins og gerist þarna því að það verður síðan ákveðin svona fækkun á komum, ef maður getur orðað þannig, vikurnar á eftir og það nákvæmlega sama gerist í Los Angeles 1994. Þannig að við getum sagt að fyrstu áhrif áfalls, hvort sem það eru þjóðfélagslega breytingar eða jarðskjálfti eða náttúruhamfari eða hvernig sem við orðum það, í raun og veru líkamlegar. Þvert á það sem hann hélt? Já, hélt á, kannski þvert á það sem ég held að við öll höfum haldið. Því maður hefði haldið að þjóðin hefði farið í þunglindi í bestafalli, skástafalli í kvíðakast. Já, en við vanmátum í raun og veru líkamlegu áhrifin en andlegu áhrifin og svona þessi andlega vanlíðan, hún kemur greinilega á seinni stigum. Þannig að fyrsta birtingamyndin líkamleg einkenni. En af hverju konur? Já, það nefnilega svolítið góð spurning og ég held að það sé ekki eitt svar til við því. Það má vel vera að streita og svona áfall, það verða öðruvísi líkamleg viðbrögð hjá konum heldur en körlum. Það getur verið einskýringin og svo kannski líka í öðru lagi þá kannski bara höfðaði í raun og veru þessi vinsamlega ræða þáverandi forsætisráðherra, kannski meira til kvenna. Það má vel vera. Þú ert búin að lesa þá ræðu í þaula, tögum skipta. Var það eitthvað í ræðunu sjálfri, þessari frægu Guð blessi Ísland ræðu sem höfðaði kannski meira til kvenna en kalla? Já, alveg örugglega og ég held að það sem að kemur fram að við þurfum að hlúa vel hvort öðru og hugsa börnin okkar og hugsa það sem okkur kærast, má vel vera að það höfði að einhverju leyti meira til kvenna. En ég, eftir því sem ég er búin að lesa ræðuna oftar og horfa á hana oftar, að þá sé ég það sem mjög vinsamlega
ræðu til þjóðarinnar en ekki einhvers konar trúanlega skírskotun eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara mjög vinsamleg ræða en hún tilfinningaþrungin og það má vera að það hafi bara höfðað meira til kvenna. En hefur þú sem lærður hjúkrunarfræðingur og reynslumikill einhverja skýring á því af hverju svona áfall birtist í hjartaáreglu, hjartatruflunum? Já, ég held að það hefur verið sýnt fram á áður, en ekki meðal kvenna. Nei. Ekki allavega þarna. Það hefur verið sýnt fram að það þegar karlmenn að horfa á fótbolta, að það eykst áhrif á aukast hjartasjúkdómar og það bara álag sem fólk greinilega upplifir að horfa á spennandi fótboltaleik. Og þetta kannski eitthvað svipað. En kannski þessi sterku teikn meðal kvenna mér vitanlega var ekki, hafi verið sýnt fram á áður. En Guðlaugur Rakel, hvað getum við lært af þessu? Það sem við getum lært af þessu að þjóðfélagið mun og hefur gengið í gegnum ólgusjó og mun gera það áfram. Og það að verði svona einhverjar mikla þjóðfélagsbreytingar eða náttúruhamfarir, þá þurfum við að átta okkur að því í raun og veru hvaða sem að við þurfum að reikna með. Og það í raun og veru, eins og ég sé það, út frá þessu, þá að undirbúa bráðamóttökurnar vel fyrir það. Því það eru líkamlega einkennin sem að fyrst ber á. Þau koma fyrst, svo kemur hitt. Já. Það eins og, allavega þetta sýndi það. Og þessar niðurstöður komið þér á óvart? Komið mjög óvart, ekki bara mér, komið bara mörgum mjög óvart og við vorum nokkur sem að unnum í þessari rannsókn og undir dyggri handleiðslu unnar Önnu Valdimarsdóttur, prófessors í lýðheilsuvísindum í Háskóla Íslands og ég held að þetta hafa komið mörgum okkur óvart, já. Þar höfum við það, Guðlaugur Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Bráðasviðs Landspítalans og þar með bráðamóttökunnar. Bestu þakki fyrir að skýra þetta út fyrir okkur og við höfum verið að rifja upp sem sé árin sem liðin eru frá hruni og það sem sé liggur fyrir að hruni hafði í fyrstu mjög sterk áhrif, líkamleg áhrif á konur einkum og sérlegi og hjartað í þeim fór að tifa.